Góðan dag og verið hjartanlega velkomin á fund Ungmennaráðs Reykjanesbæjar með bæjarstjórn Reykjanesbæjar. Haldin í Merkinesi hljómahöll þriðjudaginn 21. maí klukkan 4. Nú hér eru viðstödd ríflegur hópi ungmenna sem að koma hér og hitta bæjarstjórn Reykjanesbæjar tvisvar á ári. Og eru þetta alla jafna okkar skemmtilegustu fundir, þar sem að skemmtilegheitin eru við völd og hérna niður yfir höfð í lágmarki, svo það sé sagt. Hérna erum við með 9 aðila sem koma með ræður til okkar í dag og ætla ég að byrja á því að fá formann Ungmennaráðs hér upp, hann Hermann Borgar Jakobsson, til að afhenda hvatningaverðlaun Ungmennaráðsins. Gjörðu svo vel, Hermann. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðu gestir. Ég hér til að veita heiðursverðlaun Ungmennaráðs Reykjanesbæjar árið 2024. Þessi verðlaun hafa verið veitt tvisvar sinnum áður en þeir Hafþór Barri og Kristján Freyr Geirsson hlutu verðlaunin 2021 og 2022. Á þessu starfsári ákveðum við að færa afhendingu verðlauna yfir á seinni fund ráðsins með bæjarstjórn og eru þessi verðlaun þá fyrir bæði 2023 og 2024 árið. Þessi verðlaun afhendum við einstakling í samfélaginu sem okkur finnst hafa í starfi sínu og lífi unnið öflugt starf í þágu barna og ungmenna. Síðustu 2 ár höfum við einblítt á einstaklingar sem hafa eflt forvarnastarf barna og ungmenna í Reykjanesbæ. Nú í ár ákveðum við að velja einstakling sem hefur í áratug séð og haldið menningarstarf og listastarf fyrir börn og ungmenni í Reykjanesbæ. Hún hefur meðal annars unnið í Ungmennahúsi Reykjanesbæjar og verið öflugur sjálfboðaliði hjá leikfélagi Keflavíkur í mörg ár. Haldið utan menningarhátíðina Baun og Aðventugarðinn, ásamt því að hafa staðið fyrir fjölmörgum viðburðum fyrir börn og ungmenni í Reykjanesbæ. Heiðursverðlaun Ungmennaráðs Reykjanesbæjar 2024 hlýtur hún Halla Karen Guðjónsdóttir, en hún gat ekki verið með okkur hér í dag. Í staðinn fyrir hana er hann Guðjón B. Baldvinsson, faðir hennar. Við ætlum að færa honum hérna blómvönd og viðurkenningu fyrir Höllu og Ólafur Bergur kom því til skila að þetta var mjög mikilvægt að þetta kæmi til hennar, á heimili hennar, þótt að hann komist ekki. Það gjörðu svo vel og gefum honum bara gott klapp aftur. Kæra þakki fyrir þetta og enn og aftur eins og svo margt sem þið gerir til algjöra fyrirmyndar. Ég vil bara kæra þakkir til Höllu Karenar og við tökum vissulega undir það, fulltrúa bæjarstjórnar, að hún er frábær og hefur staðið sig frábærlega í okkar verkefnum í áratug. Vel gert, þótt hún sé bara 25 eða aðeins yngri. En nú höldum við áfram með fundinn og ég ætla ekki að eyða hér tími að tilkynna alla ræðumenn og þeirra umræðu efni. Ég vil að þau kynni sig sjálf. Þannig að hér byrjar Hermann Borgar Jakobsson. Gjörðu svo vel aftur. Takk fyrir síðast. Ágæti forseti, bæjarstjórn og gott fólk hér í sal aftur. Ég heiti Hermann Borgar Jakobsson og er formaður Ungmennaráðs Reykjanesbæjar. Þetta er í fyrsta sinn sem ég kem hér upp í pontu og er ekki að væla eða biðja eitthvað. En í dag ætla ég frekar að nota tíma minn til að fara stuttlega yfir niðurstöður barna- og ungmennaþings Reykjanesbæjar 2023. Fyrir framan ykkur öll þá er skýrslan með ungmennaþinginu, þannig að þið vitið að því. Þingið var skipulagt, keyrt áfram og framkvæmt af þessu geggjuðu fólki hér, sem sagt Ungmennaráði Reykjanesbæjar. Á þinginu voru 153 þátttakendur á aldrinum 13 til 18 ára. Starfsfólk Reykjanesbæjar kom með stutta yfirferð á hverjum málaflokk áður en umræður hófust til að skerpa umræðu barnanna. Meðlimir Ungmennaráðs voru borðstjórar á þinginu og var starfsfólk fjörheima Ungmennaráðinu innan handar, ef þess þurfti. Annars voru engir fullorðnir einstaklingar á þinginu sjálfu. Alls bárust 1400 tillögur rafrænt í gegnum Menti og 300 skriflegar frá þátttakendum þingsins. Ólafur Bergur,
umsjónarmaður ungmennaráðs, fór yfir öll gögnin, skrifaði niður og flokkaði hverja tillögu í skjal sem ungmennaráðið síðan vann úr og flokkaði eftir mikilvægi út frá umræðum þátttakenda á þinginu. Á þinginu voru 6 málaflokkar til umræðu: íþróttir, tómstundir, menntun, umhverfi og samgöngur, menning og svo lýðheilsa. Í hverjum málaflokk farið yfir lykilaðgerðir sem ungmennum fannst mikilvægastar og svo fyrir neðan það aðrar aðgerðir sem ungmenni leggja til. Ungmennaþingið mjög mikilvægur partur af starfi ungmennaráðs því þar sjáum við nákvæmlega hvað ungmennum finnst þurfa að bæta í Reykjanesbæ. Ég legg til að þegar þið takið ákvarðanir mál sem tengjast börnum og ungmennum að þið hafið þessa skýrslu hjá ykkur og takið mið af niðurstöðunum sem í henni og bara hlustið á ungmennin. Það mjög mikilvægt. Takk fyrir. Kæra þakki fyrir þetta, Hermann. Næst á svið Sóley Guðjónsdóttir. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Hér eru góða 5 tillögur hvernig við getum gert Reykjanesbæ að snyrtilegri bæ. Númer 1. Fjölgum ruslatunnum á stórum almenningsstöðum eins og á leiksvæðum, skrúðgörðum og við göngustíga. Einnig má fjölga fjölbreytileika þegar það kemur að ruslatunnum með því að bæta við flokkunartunnum við leiksvæði. Númer 2. Tré. Við viljum tré. Þá meina ég ekki í Njarðvíkurskóg eða í Sólbrekkuskóg, heldur inn í fallega bæjarfélaginu okkar. Ég vil að þegar ég vakna og drep gardínurnar sjá falleg blómstrandi græn tré. En nei, það eina sem ég sé þegar ég vakna og drep gardínurnar eru gráar, hvítar kubbablokkir. Númer 3. Ekki gera fleiri gráar, hvítar og kubbablokkir. Virkilega svona mikið mál að sletta smá lit á allar þessar endalausu, litríkslausu gráu blokkir? Viljum við ekki eiga heima frekar í litríku umhverfi heldur en í umhverfi sem bara með gráar, hvítar kubbablokkir? Það ætti að vera minnsta mál fyrir ykkur að bæta við smá lit við allar þessar stórar og góðu nýbyggðir. Númer 4. Stoppistöðvar strætisvagna innanbæjar. Það svo mikill munur á stoppistöðum í Reykjanesbæ. Sumar stöðvar eru svaka lúxus með auglýsingaskjáum og læti, aðrar eru kannski bara skilti af gangstéttinni og síðan eru aðrar stoppistöðar sem eru bókstaflega bara moldarblettir. Það á ekki að vera neinn munur á milli stoppistöðum milli hverfa. Númer 5. Það alveg gaman að leyfa íbúum að taka virkari þátt í að halda nærumhverfi sínu snyrtilegu. Til dæmis væri hægt að leyfa íbúum að ættleiða lítinn blett, tré eða jafnvel beð til þess að taka þátt í umhverfinu. Eigandi blettsins gæti fengið platta með nafninu sínu á eða smá viðurkenningu. Í lok sumarsins gæti verið verðlaunarafhending fyrir blettaeigendur hver var með flottasta blettin og gæti það verið haldið árlega. Þetta voru 5 tillögur hvernig hægt að halda Reykjanesbæ snyrtilegum. Þetta þarf alls ekki að vera flókið eða kostnaðarsamt, heldur getur þetta verið einfalt og skemmtilegt líka. Aðalatriðið að við vinnum að þessum saman og munum að vera öll Reykjanesbær. Takk fyrir mig. Kæra þakki fyrir þetta, Sóley. Nú kemur Halldóra Mjöll Ingiþórsdóttir með aukinn kraft í menningu og tómstundir. Kæri forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Mig langar að nýta tækifærið á meðan ég hef athygli ykkar og tala heilbrigðs lífeyris og lýðheilsu og það sterku tengingu sem það hefur við menningu og tómstundir. Á uppvaxtar árum okkar þarf heilt þorp til að ala okkur upp og leiðbeina okkur á réttan farveg. Félagsmiðstöðin og fulltrúar þeirra skipa stóran sess í því hlutverki. Á unglingsárum taka við alls konar breytingar hjá okkur, bæði líkamlega og andlega. Það fara fram mikla breytingar á umhverfi okkar og við tekur aukin ábyrgð á öllum ákvörðunum okkar. Alvarleiki hversdagsins fer að banka upp á.
Það kom skýrt fram á ungmennaþingi þetta ár að unga fólki í Reykjanesbæ þráir fleiri viðburði. Viðburði eins og fleiri böll, tónleika, alls konar íþróttamót á milli hverfiskóla, listasafn fyrir unglinga og fjölbreytiklúbba. Einnig var talað að hafa viðburði fyrir ungmenna á ljósanótt, baun og jafnvel gera meira úr viðburðum eins og hrekkjavökunni, öskudeginum og fleira. Allt þetta kostar peninga og við vitum að ungmennaráðið þarf aukið fjármagn til að geta haldið fleiri viðburði. En eins og ég sagði áðan að þá skýr tenging við lýðheilsu ungmenna og tómstundir því að þessum árum skiptir svo miklu máli að tilheyra. Ef þú finnur þig ekki í íþróttum eða tónlistarnámi að þá það félagsmiðstöðin sem kemur sterk inn til að grípa okkur á þessum viðkvæma aldri. Vissulega þetta miklu peningar, en þetta líka fjárfesting til framtíðar. Því geðheilsuvandi kostar enn meira en það sem ungmennaráðið þarf til að gera geggjaða hluti fyrir unga fólkið. Fulltrúar ungmennaráðsins eru sérfræðingar okkar í tómstundamálum og því það augljós fjárfesting til frambúðar að styrkja þeirra starf enn betur. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir þetta, Halldóra. Hildigunnur Eir Kristjánsdóttir næst með umferðaröryggi og aukna virðingu til ungmennaráðs. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarstjórn, ungmennaráð og aðrir gestir. Ímyndið ykkur að þið vaknið einn daginn og þið eru ungmenni í ungmennaráðinu. Það eru 10 mínútur í fund með bæjarstjórn. Þið eru búin að eyða mörgum dögum og klukkustundum til að búa til ræðu til að segja frá einhverju sem gott við bæinn okkar, eitthvað slæmt eða þá eitthvað sem á bæta. Þið eru búin að lesa ræðurnar þó nokkuð oft því það væri ekki huggulegt að ruglast á mjög formlegum fundi með fólki sem þið lítið upp til. Þið eru öll búin að fara með ykkar ræður, fá innsýn á ykkar hugmyndir og hvers vegna ekki sé hægt að framkvæma þær, en ef þið eru heppin þá það nú þegar í vinnslu eins og margt annað. Fáið hrós og síðan tíminn orðinn of næmur svo þið eru beðin að fara út og við sjáumst eftir hálft ár. Það örsjaldan sem við fáum einhverja innsýn á það að einhverja okkar hugmyndum fara í framkvæmd og það ennþá sjaldan sem gefið þið ungmennaráðinu heiðurinn af hugmyndinni. Mér finnst ótrúlega leiðilegt að við fáum ekki þá virðingu sem við eigum skilið. Við sem hópur eyðum endalausum tíma saman til að gera eitthvað gott fyrir ungmennin í bæjarfélaginu. Við förum á farsældaþing, landsþing UNICEF, förum í ungmennaskipti við ungmennaráð í Írlandi og svo endalaust fleira. Og þetta gerum við með okkar eigin tíma og vilja. Nú ég búin að sitja á ungmennaráðinu í rúm 2 ár. Það þýðir einnig 4 bæjarstjórnarfundir. Ég mun aldrei gleyma ræðinu minni þar sem ég talaði það að fá blátoppa á báðar gangbrautirnar við Njarðarbraut og Reykjanesveg. En það þó gangbrautin sem fer að Nesvellu sem stærsta vandamálið. Ég ætla að vera alveg hreinskilin að mér finnst það til skammar að þessi gangbraut sé svona ótrúlega illa merkt og það sé ekki eins og ljósastaurar við hana. Þessi gangbraut notuð mikið og þó aðalega af börnum og unglingum og gamla fólkinu sem býr á Nesvellum. Þarna mikil umferð, enda ein umferðarþyngsta gata bæjarins og þetta sérstaklega hættulegt á veturnar. Þarna þarf maður að bíða í mislangan tíma eftir að fólk hleypi manni yfir. Það líka til skammar að ekki var hægt að setja blátópa á þessa gangbraut en það var þó hægt að fjárfesta í blátópa sem fór á alla ljósastaura niður Hafnargötuna. Einn aðgengi að tónlistarskólanum hræðilegt. Það að fá að heyra það frá meðlimi bæjarstjórnar að hún sé algjörlega sammála mér með þetta aðgengi hvatti mig mikið til vonar að eitthvað myndi breytast. Það sé svo sannarlega að aðrir staðir bæjarins sem eru mun nýrri og flottari í miklum forgang. Ef þið viljið hjálpa okkar til að sjá innsýn á hvernig ungmenni bæjarins eru, þá þarf þetta að vera réttlátt. Kæra þakkir Hildigunnur. Perla Dís Gunnarsdóttir næst og ætlar að ræða aukið samráð nemenda við endurbætur á skólalóðum og húsnæði. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Grunnskóli ekki bara húsnæði þó húsnæði skapa miklu leyti ramma okkar starf umhverfi. Uppkomu myglu og rakaskemmdir í Myllubakaskóla og endurgerð hús og lóða stendur yfir. Það þetta frábært. En nemendur hefðu mínu mati frá upphafi átt að vera með í ráðum hvernig húsnæði og lóð til framtíðar.
Ég tel mikilvægt að nemendur geti haft áhrif á mótun og umhverfis skólastarfs. Við nemendur og kennarar mætum í skólan á hverjum degi og njótum húsnæðis og lóðar saman. Ég veit að þegar verið var að endurbæta skólalóð Heiðaskóla voru bekkjarfundir þar sem nemendur gátu haft áhrif á útfærslu lóðarinnar. Þetta þarf ekki vera flóknara en það. Af hverju ekki spyrja okkur nemendur hvernig við viljum hafa skólalóð og húsnæði og gefa okkur tækifæri á móta okkar umhverfi, rétt eins og ungmennaráð hafi góð áhrif á umferðaröryggisáætlun Reykjanesbæjar sem nú er í vinnslu. Það sem mig langar að koma á framfæri að við nemendur höfum á þessu sterkar skoðanir og viljum vera spurð og okkar álit óskir hljóti hljómgrunn. Móti það umhverfi sem við dveljum í nánast jafn mikið á heima hjá okkur. Umsjónarkennarar gætu til dæmis safna hugmyndum nemenda saman og falið nemendaráðinu að koma því á framfæri við þá aðalega sem stýra útfærslum framkvæmda. Þannig gætu allir fengið tækifæri til þess að koma sínum óskum á framfæri en ekki bara arkitektar heldur líka þau sem munu koma til með að nota lóðina á húsinu næstu ár og áratugi. Takk fyrir mig. Kæra þakkir Perla Dís. Nú Ísak Máni Karlsson næstur og ætlar að ræða aðstöðu knattspyrnudeildar UMFN. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Ég heiti Ísak Máni og ég vil upplýsa ykkur ástandið á aðstöðu knattspyrnudeildar Njarðvíkur, þá sérstaklega vallarhúsinu sem stendur á Afreksbraut 10. Vallarhús Njarðvíkur var reist árið 2007 og þá sem bráðabirgða húsnæði. Það var ætlað að standa í mesta lagi 3 til 5 ár áður en það yrði reist flottara og almennilegra hús. Nú hafa liðið 17 ár. 17 ár. Þetta hús heilu ári eldri en ég og hefur það síðan Njarðvík fara upp og niður deildir margoft. Ekki nóg með það að þetta hús svona gamalt, heldur líka fara að sjást mikið á því. Í húsinu 3 klefar. Einn af þeim sérklefi fyrir meistaraflokk karla sem þýðir að eftir standa 2 klefar fyrir iðkendur í yngri flokkum. Þessir klefar líka alls ekki nógu stórir til þess að húsa alltaf 20 iðkendum í einu. Þetta gefur bara tækifæri á að 2 lið nýti sér klefana í einu. Hvað á svo að gera þegar fleiri en 2 lið að keppa á sama tíma? Það líklegt að það gerist þegar Njarðvík hefur úr 3 völlum að velja. Á ungmennaþingi fyrra árinu voru margar athugasemdir að Reykjanesbær væri óhreinn og sóðalegur. Já, fótboltasvæði Njarðvíkur engin undantekning. Þegar maður keyrir inn á bílastæði sér maður ófríða vallarhúsið og svo hóla af sandi og grjóti allar trissur. Hvað á að gera við þessa hóla af grjóti og sandi, veit enginn. Svo fyrir aftan stúkuna og hliðin á húsinu standa stórir, ryðgaðir gámar umkringdir ósleiknu grasi. Líklegast að nota þá gáma til að geyma dót þar sem vallarhúsi of lítið fyrir allt sem fótboltinn á, en sóðalegt það samt. Einnig stúkar Rakholtsvellisins hol og mikið geymslupláss þar undir. Það nýtt í eitthvað sérstakt? Nei, bara rusl og grjót. Ég legg til að gámunum verði fargað, vallarhúsi stækkað og plássið undir stúkunni verði nýtt betur. Takk fyrir mig. Kæra þakkir Ísak, næst Katrín Alda Ingadóttir með sama erindi. Já, gjörðu svo vel. Kæri forseti, bæjarstjórn og aðrir góðir gestir. Í síðustu ræðu sem ég hélt þá talaði ég aðstöðuna hjá knattspyrnunni í Njarðvík. Ég veit að það stefna Reykjanesbæjar að fara í framkvæmdir á nýju húsnæði. Ég sé myndir og fagna því að farið verði þessa framkvæmd enda mikil þörf á því. Vel gert Reykjanesbær. En það sem ég nemandi í Stapaskóla og hef verið síðan hann opnaði, það veit ég vel að svona framkvæmdir taka tíma og oft mun lengri en áætlað Ég mun útskrifast núna á næstu dögum og hef ekki enn farið í íþróttir nýja sund í íþróttunni í Stapaskóla sem átti að vera tilbúið fyrir meira en ári síðan. Staðan bara þannig í Njarðvík að við getum ekki beðið. Við ætlum að halda áfram að byggja kvennaknattspyrnuna og stefnum við á að vera með meistaraflokk kvenna á næsta tímabili. Ef við eigum að geta það, þá verðum við að fá einhverja viðbyggingu í formi smáhýsi sem hægt væri að tengja við húsið. Eins og fram kom í síðustu ræðu hjá mér, þá húsið algjörlega sprungið. Við verðum að hafa sér kvennaklefa og ég veit ekki hvernig það voru hægt eins og staðan núna. Ég talaði ástandið á húsinu en ég verð að fá hrósa stjórn knattspyrnudeildar og íþrótta- og tómstundaráði fyrir þær bætur sem hafa
hafi verið unnar. En betur má en duga skal. Ég skora því á ykkur að hjálpa okkur að gera enn betur svo við stelpurnar í Njarðvík getum átt okkar eigin klefa fyrir næsta tímabil. Takk fyrir mig. Kærar þakkir, þá erum við komin að Margréti Norðfjörð Karlsdóttur snjallsíma og fræðsla. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góði gestir. Samfélagi sem við búum við í dag býr undir mikilla tækni. Tæknin í kringum okkur öll, allan daginn, alla daga og hefur hún ýmis áhrif á okkur, bæði jákvæð og neikvæð. Börn og ungmenn í dag búa undir allt of miklum skjátíma og það að hafa áhrif á hina ýmsu hluti. Foreldrar eiga mun erfiðara með að hafa stjórn á börnunum sínum og hvað þá kennarar sem þurfa síðar að kenna þeim daglega allt árið kring. Grunnskólakennarar tala sífellt það hegðun sem nemendur eru að beita daglega, hvort sem það símanotkun í tímum, truflun á kennslustund eða mikill skortur á einbeitingu. Börn sem eru á unglingastigi eru mun skiljanlegri þegar kemur að þessum þáttum en þegar börn á miðstigi eða þá yngstastigi eru að beita sömu hegðun vegna of mikillar símanotkunar þetta gengið á langt. Árið 2023 var mikil hitaumræða í samfélaginu tengt því að gera grunnskóla símalausa og tóku margir skólar víðsvegar landið þátt í því verkefni og komu niðurstöður út mun jákvæðari en nokkuð tíma neikvæðari. Reykjanesbær tók vel á móti þeirri hugmynd frá okkur í ungmennaráðinu og eru þær aðgerðir sem gerðar voru verulega flottar og Reykjanesbær stórt hrós skilið fyrir þær. En aftur á móti, það ekki aðeins börn og ungmenni sem kljást af þessari fíkn. Heldur það einnig foreldrar og fullorðið fólk í þessu samfélagi sem eru ekkert skárra. Það eru þau sem gefa börnum þessi tæki og það þau sem leyfa þeim að komast upp með þetta. Foreldrar í dag eru talnir latir og þau að sinna sinni fíkn með því að gefa börnunum sínum hana líka. Áhrifin sem þetta hefur á börnin eru gríðarleg og finnst mér það ekki rætt nógu mikið út í kosmosið. Ljótur orðaforði, ofbeldishegðun og margt fleira aðeins brot af öllu því sem þessi tæki að gefa börnunum í samfélaginu okkar. Heilin á börnum og ungmennum ekki nægilega þroskaðir til þess að meðhöndla allt það sem býr í heimi tækninnar og þetta gríðarlega stórt vandamál. Börnum í dag skortir ýmissar hæfni eins og orðaforða, skilning á líðan sínum og mörgu fleira. Börn og ungmenni fá sífellt fræðslur það hversu skaðleg símanotkun og hver áhrifin eru, en af hverju fær fullorðið fólk ekki sömu fræðslu. Foreldrar, kennarar og fullorðið fólki í samfélagi þurfa líka fræðslu og þau þurfa að átta sig á hvernig samfélagið orðið og hvaða áhrif þetta að hafa. Þess vegna hvet ég ásamt meðlimum ungmennaráðs til þess að bæjarstjórn leggi aukið fjármagn í frekari fræðslu fyrir grunnskólanemendur og jafnframt fræðslu fyrir foreldra og forráðamenn skaðsemi og mikilla símanotkunar. Fullorðið fólk þarf að átta sig á þessu því fátt verra en það að vera ungmenni í dag og heyra fullorðið fólk stanslaust tala það hvað þau eru fegin að hafa ekki lifað sín ungu ár á tímum tækninnar þegar það eru þau sem látið sér tæki upp í hendurnar á okkur. Kærar þakkir fyrir þetta. Nú síðust á mælendaskrá Betsy Ásta Stefánsdóttir sem ætlar að ræða mikilvægi ungmennaráðs og þakkir. Gjörðu svo vel, Betsy. Ágæti forseti, bæjarstjórn og aðrir góðu gestir. Eins og mörg ykkar vita þá heiti ég Betsy Ásta og vissulega elsti meðlimur núverandi ungmennaráðs Reykjanesbæjar. Ég hef verið meðlimur ungmennaráðsins síðan árið 2019 og sat ég sem formaður í 3 ár, en nú komið að loksins síðasta sameiginlega fundinum mínum með bæjarstjórn, eða allavega síðasta fundinum mínum í ungmennaráði að minnsta kosti. Það mætti því segja að ef einhver þekkir mikilvægi ungmennaráðsins inn og út, þá það ég. Þess vegna vildi ég nýta síðustu ræðina mína til þess að minna ykkur á það hversu mikilvægt það að hugsa vel ungmennaráðið og sjá til þess að það blómstri. Árið 2022 fengum við í ungmennaráðinu 5 milljónir í fjármagn. Sá peningur var nýttur bæði í Öllavöll sem í stanslausri notkun daglega og einnig Væbátbrautina í Sundlauginni sem hefur svo sannarlega verið hrókur alls fagnaðar þegar hún hefur verið blásin upp í vatnaveröld. Það eru svona hlutir sem sýna okkur hversu frábæra hluti ungmennaráðið getur gert þegar þau fá góða aðstoð og nægilega gott fjármagn. En að lokum þá vil ég bara þakka ykkur fyrir frábær samstarf og fyrir öll árin saman og ég vona innilega að þetta frábæra samstarf haldi áfram með komandi ungmennaráðum. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta og
frábær eins og ávallt, góð til brýningar eins og ávallt og alltaf gaman að sjá ykkur. Mér langar aðeins áður en ég opna umræðina og hleypi fólki að, út af því ég forseti og ég geta, byrja. Ég vil fagna þessu hér plaggi. Þetta er til algjörar fyrirmyndar hjá ykkur. Og praktikinn við þetta og uppröðunin við þetta og formið og þessar niðurstöður. Kæra þakkir Óli Bergur fyrir að eyða þessu mánuðum að taka þetta saman og takk fyrir allar þessar frábæru tillögur. Þetta er ekkert smá hugsmíð og eins og ég hef alltaf sagt hér, við getum ekki verið allstaðar og við eigum ekki að tala við ykkur, þið að tala við okkur og þið að vera hluti af okkur og þess vegna er svo mikilvægt að þið eru það sem þið eruð í öllum okkar nefndum og ráðum til að tala við okkur inn í stjórnsýslunni líka. En komandi að þessu, þegar ég sá þetta fyrst, ég var agndofa. Þetta er bara stefnuplagg það sem þið viljið gera og þetta er, ég veit ekki hvort þið stefnið að gera þetta árlega, en því lík á 2 ára fresti, er mér sagt hérna út í sal. En þetta er svo mikið tækifæri fyrir okkar bæjarfélag að fá þessa tillögur hér inn. Og langar mig að benda sérstaklega á kaflan umhverfi og samgöngur sem að sló mig svolítið þegar ég las Reykjanesbær er sóðalegur, ef ég man rétt. Og ég er formaður í einu ráði innan Reykjanesbær sem heitir Sjálfbærniráð og við tókum þetta sérstaklega til okkar, erum með frábæran ungmennaráðsfulltrúa hjá okkur, hana Silju. Og við vildum alls ekki leyfa þess að deyja. Þetta átti alls ekki fara hún í neina skúffur þannig að við lögðum til hvað við gætum gert strax og hvað við gætum rýnt síðar. Og við tókum kollega okkar í umhverfis- og skipulagsráði og það eru 3 tillögur hér sem stendur til að fara í strax núna. Og þær eru fjölga ruslatönnum við fjölfarnar leiðir og bæta við flokkunartunnum við stór leiksvæði, bæta lýsingu í ungmennagarði og Öllavelli og bæta samráð við notendur í samgöngum og skipulagsmála. Þetta eru strax 3 atriði sem við tókum upp. Þannig að við erum ekki búin að gleyma þessu og við ætlum að halda þessu á lofti og ég vona að allir hérna inni sem formenn eða fulltrúar í ráðum og inn í bæjarstjórn taki þetta til sín og taki þetta upp. Þannig að við höldum þessu á lofti. En orðið er laust, kæru bæjarfulltrúar, við svör ungmennaráðs. Sverrir Bergmann Magnússon, gjörðu svo vel. Og við klappum. Virðulegi forseti sem er farin að fá sér vatn, bæjarfulltrúar og ungmennaráð og bæjarstjóri. Bara byrja á að þakka ykkur kærlega fyrir góðar, kynningar eða ræður hérna á ykkar málefnum. Alltaf einhvern veginn ótrúlega hvað eru góð að koma og tala fyrir framann fullan sal af fólki og virkilega þarft. Og ég ætla að taka undir hérna með Guðnýju með þetta plagg. Þetta er gríðarlega gott, þetta er mjög nauðsynlegt að hafa þetta. En ég vil líka hvetja ykkur til að nýta það tækifæri að sitja með okkur í nefndunum, reyna að koma sem flest, eða sem oftast segir, og þegar þið komist ekki, hafið þá bara samband. Nýtið ykkur það að þegar þið eru fulltrúar í einhverju ráði, að þið hafið aðgengi af fólkinu í ráðinu. Þannig að það er eitthvað sem þið viljið koma á framfæri, nýtið okkur það tækifæri. Herru, ég ætla að renna bara svona stuttlega yfir hérna frábærar tillögur frá henni Sóleyju. Gráar, kubbalega blokkir eru eitthvað sem væri gaman að breyta. Hvernig við förum að því, hvort við megum mála húsi á öðru fólki, ég veit það ekki. En það væri kannski hægt að gera, varpa bara ljósi á þetta eitthvað. En klárlega, fleiri ruslatunnur og það er bara, væri gott að sjá einmitt, eitthvað svona flokkunartunnur. Þetta er yfirleitt bara ein tunna og svo er að venja okkur heima fyrir að vera að flokka þetta eftir öllum leiðum. Það eru tunnur út allt hús sem að maður er einhvern veginn allan daginn að reyna að flokki. Og það ætti að vera þá kannski eitthvað aukið fjölbreytni út í bæ líka. Nú, varðandi hjá henni Halldóru Mjöll, aukinn kraft í menningu og tómstundir. Ég er mjög sammála þessu. Við viljum, og ég veit að þið vilji hjá bæjarstjórn Reykjanesbæjar, að auka aðeins í viðburði og tónleika og annað þegar kemur hérna að hljómahöllinni, þá bæði í Stapa og Bergi, og það væri bara mjög gott að fá frá ykkur hvað það er sem þið viljið sjá meira af. Því ég veit alveg það sem ég hef gaman að vera ekkert endilega það sem þið hafið gaman af. Hjá henni Hildigunnu, ég er alveg sammála því það auðvitað þegar þið komið að málum þá eigið að fá kredit fyrir það. Þið eigið að fá að heyra að ykkar rödd skipti máli og það skipti gríðarlegu máli að það komist í gegn. Já, ég ætla bara að renna hérna aðeins. Og svo þetta hérna að lokum vil ég aðeins fara hérna snjallsímana.
Þetta held ég stærsti vandinn og mjög góða punktur hjá henni Margréti að þetta á okkur foreldrum. Við erum alltaf einhvern veginn að reyna að benda á krakkana hvað þeir þurfa að bæta þegar við erum í rauninni miklu verri en þau. Ég get ekki fara á klósettið og hafa síma með mér. Ég get ekki fara neitt nema í síma með mér. Og það eitthvað sem ég þarf að passa mig og 2 litlar stelpur, 34 ára. Það rosa þægilegt þegar ég þreyttur að rétta þeim bara síman. En það ekki endilega rétt. Þannig að við þurfum að hjálpa stæði þessu alveg klárlega og mér finnst þetta góð pæling að halda einhvers konar fræðslu fyrir foreldrana og börnin og helst saman. Þannig að við getum verið einhvern veginn saman í þessu og stutt hvert annað. Takk fyrir mig. Kærar þakkir fyrir þetta. Valgerður Björk Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, bæjarstjórn og kæra ungmennaráð, gaman að heyra í ykkur eins og alltaf. Nokkru hluti sem ég langaði að koma inn á, sem svona kannski, eitthvað búið að ræða og annað ekki. Fyrst langar mig að hrósa Sóleyju fyrir bara skemmtilegust og fyndnustu ræðu sem ég bara æði minni heyrt í þessu ræðupúlti. Mjög skemmtileg og svona gaman þegar komið með eitthvað svona nýja pælingar sem við höfum kannski ekki hugsað úti eins og ætliða reit eins og maður hefur kannski séð í stórborgum erlendis. Mjög skemmtileg hugmynd og vonandi bara og ég skil að þeir orðin auðvitað mjög þreytt á því að vera að koma hingað og koma með eitthvað góðar hugmyndir sem ná svo ekki lengra. En mér finnst við erum alla á baku tjöldin búin að setja eitthvað svona smáferli í gang þar með Guðnýju Birnu sem forseti bæjarstjórnar en líka formaður sjálfbærniráð sem svona sér þessi lýðræðismál. En já, mér langar bara að koma inn á smá þar sem þú ræddir Sóley varðandi líka tré, það var mjög skemmtilegt og ég held að við séum öll í bæjarstjórn sammála að við værum auðvitað til að sjá grænni bæ. Það núna í gangi svona, ég man ekki alveg hvað hún heitir, eitthvað svona garðyrkjuáætlun eða eitthvað sem samt verið að leita eftir hugmyndum frá íbúðum hvernig við getum einmitt ekki bara gróðursett á grænu svæðunum sem eru svona einhverju skógar eins og Njarðvíkurskógar heldur líka bara inn á milli í bænum en vandamálið þar með varðandi það það sama og með ljótu gráu kubbana sem ég svo sammála að sé allt og mikið af innri Njarðvík og ég var rosalega ósátt daginn þegar ég sá að nýja skipulagið í Dalskörðu 3 akkurat byggt þannig upp að bara ljótustu blokkum sem ég hef séð, akkur erum við ekki búin að læra á þessu, að því að það eru líka mörg spennandi verkefni í gangi hjá okkur eins og í Grófinni og á öðrum svæðum þar sem að koma tillögur frá byggingaverktökum þar sem það líta bara út, flott hús, eitthvað svona eins og það gæti verið bara í Kaupmannahöfn. En þannig að ég veit ekki nákvæmlega, ég held að það virki ekki þannig að við getum bara sagt nei, þannig að gera þetta flottar eða hafi betri liti, en mér finnst við alltaf að vera að reyna í bæjarstjórn þar sem við ráðum, eins og til dæmis í Stapaskóla þá hann appelsínugulur og gulur og í einhverju skemmtilegu litum og þannig að það alveg, það svona eitthvað sem að við svona erfitt að gera en tek samt algjörlega undir þetta. Já, tek líka undir með Halldóru varðandi viðburðina. Núna til dæmis að þessu ári var settur mikill peningur í 30 ára afmælisár Reykjanesbæjar og það vil lögðum upp með að hafa skemmtilega og fjölbreytta viðburði, ekki styttur og bækur eða eitthvað svona, frekar eitthvað lifandi sem að fólk getur notið. Þannig að það á eftir að koma í ljós, það eru fullt af viðburðum núna í afmælisvikunni í júní og svo út árið. Og svo erum við að vinna þetta að því að opna þetta hús enn meira til þess að gera fjölbreytta viðburði sem við erum að ræða þess eftir í bæjarstjórn. Takk Hildigunnur fyrir brýninguna og bara mikla og góða neglu. Auðvitað þurfum þið meiri og betri endurgjöf frá okkur eftir þessa fundi. Þetta náttúrulega ógeðslega pirrandi að vera alltaf að segja eitthvað og fá ekki endurgjöf. Og ég bara tek auðmjúk við gagnrýni varðandi eins og við ræddum saman aðgengin að tónlistarskólanum þegar framkvæmdir eru í gangi hinum megin. Og já, bara hef ítrekkað bent á þetta og rætt þetta við starfsmenn umhverfis og framkvæmdasviðs út af því að ég labba og hjóla mikið á þessu svæði og það ekki nógu gott aðgengi. Ég held bara áfram að vinna í því. Það var kannski eitt í viðbót bara sem mér langaði að nefna og það að Betsy sagðist vera að sitja sinn síðasta fund með ungmennaráði en ekki endilega síðasti fundi með bæjarstjórn.
Þannig að það bara virkilega gott að heyra að vilja öllust allir flokkarnir bjóða þér velkomna. Þannig að bara takk aðeinslega fyrir þitt góða starf síðust ár og takk öll. Það eru 2 ár í næstu kosningar. Kæra þakki fyrir þetta, Guðbergur Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og frábæra ungmennaráð. Þeir eru svona mörg. Ég satt með baki í ykkur, ég sá ykkur ekki þarna. Heyrðu, frábæra ræður. Hvað er komið 8 ár síðan að við vorum síðast hérna í Stapanum? Mér finnst ekkert mikið breytt og það er eiginlega komið bara nýjar kröfur. Þið þurfum að fara að standa ykkur hérna meirihluti fyrir framtíðin okkar. Ég er svo sammála ykkur í þessu öllu. Það þarf snyrtilegri bæ og það þarf að fara að byrja á því strax. Það þarf fleiri tré og það þarf meiri litadýrð. En ég er nú mest sammála umferðaröryggismálunum. Hildigunnur, það væri spurning hvort að við ættum að heyra það bara aftur, ef ekki að spila það bara aftur. Ég hlusti það bara á það á eftir. Ég er svo sammála og við erum búin að vera svo mikið að reyna að tala fyrir því að það verði komið með umferðaröryggi á Grænásbrekkunni, á Njarðarbrautinni og Njarðarbrautin frá Krossmóa og allarlega út af Fitjar er bara stór hættuleg. Og þetta er svæðið þar sem að krakkarnir eru að labba í skólann. Og við vorum bara að tala um það í morgun að þessi blátoppar eru orðnir gagnslausir á Hafnargötunni. Af því það er bara blátt alla leið. Það er rosalega flott, blár er fallegur litur, það er fallegasti liturinn. En það virkar ekki í örygginu. Og mér finnst þetta bara frábær ræða. Og haltu áfram. Og hjá ykkur öllum, það er ekkit auðvelt að standa hérna uppi og skamma okkur. En þið eigi að gera það. Og við eigum að gera þetta bara jafnvel oftar. Og snjallsímarnir, við vorum bara að ræða þetta áðan. Og það er auðvitað svakalega mismunandi hvað fólki finnst. En ég er alveg sammála því. Þetta er foreldra vandamál. Ef við myndum stoppa snjallsímanotkun heima, þá myndum líklega minnka í skólanum. En bara aftur, takk fyrir frábæra ræður og takk fyrir að koma. Kæra þakki við Guðbergur, Margrét Þórarinsdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir og þið frábæru krakkar, unglingar, þið eru algjörlega ótrúleg. Þið eru svo flott og allar þessar hugmyndir sem þið eru að koma með, þetta er bara algjörlega magnað. Og ég vil bara þakka ykkur fyrir þessa frábæru skýrslu sem er algjörlega ómetanlegt veganesti fyrir okkur bæjarfulltrúa, þar að segja niðurstöðun úr barna- og ungmennaþinginu að bara við eigum eftir að vinna með þetta, við höfum þetta að veganesti og förum með þetta inn í okkar vinnu. Ég vil þakka ykkur fyrir það. Og það langar mér aðeins að koma þar sem að niðurstöðu barna- og ungmennaþings, þar sem að Guðný Birna, virðulegi forseti, nefndi og ég vona svo sannarlega að þessar tillögur verði samþykktar. Mér langar einnig að koma aðeins inn og ræða Margrétar Norðfjörð, snjallsímar. Þetta er algjörlega frábært hjá okkur og ég er svo ánægð að heyra í ykkur með þetta. Nú er ég búin að hitta ykkur oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og oftar en þrisvar. Og ég hef alltaf verið að tala um snjallsímana. Og mér langar bara, ég fagna þessari umræðu að þið nefnið þetta og snjallsímanotkun, hún fylgir mikið truflum nemendum sem hægt er að koma í veg fyrir. Hvort sem að börn eru að senda skilaboð sín á milli, skoða samfélagsmiðla eða spila leiki í símónum sínum, þá er þetta óþarfa áreiti á meðan skóla stendur. Símanotkun getur haft neikvæð áhrif á námsárangur barna og unglinga sem og félagslegan þroska. Snjallsímalausi grunnskóla stuðla að raunverulegum samskiptum og betri samskiptafæri milli barna og unglinga sem er mjög mikilvægt fyrir félagslegan þroska. Með tilkomustinni snjallsímans fór neteinelti að aukast til muna og með því að banna snjallsíma í skólum erum við að leggja okkar að mörkum til að draga úr
tilfellum neteineltis og skaðlegum áhrifum þess. Og ég efa það ekki að þið hafi orðið vör við þetta neteinelti í skólanum. Skólinn á að vera öruggur vettvangur fyrir börn en snjallsímar í skólum berskjalda nemendur. Án stöðuga truflunar snjallsíma geta nemendur haft meiri tilhneigu til að taka þátt í námsefni, hlusta á kennara og taka virka þátt í umræðum í kennslustofum sem leiðir til betri námsárangur. Ég hef oft komið þá tillögu og hef lagt hana fram hér að allir skólar í Reykjanesbæ eigi að taka Háaleitiskóla til fyrirmyndar sem hefur verið snjallsímalaus frá síður árinu 2018. En því miður þá hefur ykkur ekki, það hefur ekki náð í gegn að það sé samþykkt, hvort sem það eru skólastjórnendur eða kennarar eða hvað. En þetta bara frábært innlegg í því að berjast fyrir því að skólinn verði snjallsímalaus. En mér langar aðeins hérna þó ég ætla ekki að taka lengri tíma svo að fleiri komast að, en það er þetta með umferðaröryggið. Þetta algjörlega til háborinnar skammar. Og þetta mjög mikið sem hefur verið hér í umræðinu eins og bæjarfulltrúi Guðbergur Einarsson kom fram. Við erum búin að tala þetta oftar en einu sinni. Umferðaröryggið á þessu svæði, það algjörlega óásættanlegt. Þannig að ég ætla að vona það að við getum parið að vinna sameiginlega allur meiri hlutin og minni hlutin að því að koma sem málum í lag. En krakkar, þið eru algjörlega frábæri og ég efa það ekki að eitthvað ykkur á eftir að standa hér þegar þið eru búið með ykkar nám og sitja í bæjarstjórn. Gangi ykkur vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta. Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir. Virðulegi forseti og ágætu gestir okkar hér frá ungmennaráði. Mig langar að byrja á því að segja það að ég fagna valinu ykkar á hvatningaverðlaunum og óska hér henni Höllu Karen okkar, því hún okkar allra held ég hér í samfélaginu, innilega til hamingju með þennan frábæra titil og hún vel að honum komin. Mér langar líka að taka hér undir ýmislegt sem aðrir bæjarfulltrúar hafa talað en mér langar kannski helst að segja hér að við þurfum öll að standa okkur, þetta ekki við og þið eða meiri hluti, minni hluti eða eitthvað slíkt, heldur þurfum við að gera hlutina saman og þá við okkur líka, okkur öll hérna sem erum saman komin. Og ég tók engu af því sem þið sögðu sem skömmum, bara svo það sé alveg ljóst, heldur þetta bara mjög gott samtal okkar á milli. Þið færið góð rök fyrir þeim málum sem þið flytjið hérna og ég fagna því bara að við eigum þennan vettvang hérna sameiginlegan til þess að fara yfir þessi mál. Ber líka mikla virðingu fyrir ykkar skoðunum og og öllum þeim brýningum sem þið komið hérna með og leggja á borð fyrir okkur. Og ég veit að það er erfitt að standa hérna og flytja mál sitt svona eins og þið hafi gert hér fyrir okkur undanfarin ár. Þannig að þið líka bara að hrósa ykkur fyrir það hversu vel þið bæði vinnið málin og flytjið þau. Ábendingarnar og hugmyndirnar sem þið hafi komið með fyrir okkur hér eru mjög góðar. Og eins og ég sagði, þið færið góð rök fyrir því sem þið leggið hér fram og eru mjög fær í að koma málum á framfæri og vil því taka undir með orðum bæjarfulltrúa Sverris að endilega eins og ég hef sagt við ykkur núna alveg undanfarið þegar við höfum hist að koma málunum á dagskrá í gegnum ykkar fulltrúa í nefndum, ráðum og stjórnum. Þar vettvangurinn og verið í góðum samskiptum við formenn þeirra nefnda af því að þið hafi líka dagskrárvald. Þið geti komið málunum á dagskrá. Þannig að bara koma því hér skýrt fram enn og aftur. Ég mjög sammála því samráði sem að við eigum hér og annar staðar og það mjög mikilvægt að raddir unga fólksins hér í sveitarfélaginu ekki bara heyrist, heldur að sé tekið tillit til þeirra og þau þær hugmyndir sem þar koma verði að raunveruleika. En ég þakka enn og aftur fyrir brýninguna. Við skulum halda áfram að vinna svona saman og
bara þakka öllum fyrir. Mér langar að taka öldunginn hérna aðeins fyrir hana Betsy og segja við þig, Betsy, takk fyrir þitt framlag til ungmenna í sveitarfélaginu. Ég veit að þú ert ekki búin. En takk fyrir okkur. Takk fyrir þetta, kæru bæjarfulltrúar. Við höfum nokkra mínútur ef einhver er að brenna inni með svör til ungmennunum okkar. Já. Okay, það hafa ekki fleiri beðið orðið, þannig ég ætla að hleypa honum Kjartanum og bæjarstjóra í lokin að spjalla við ykkur. Og takk enn og aftur fyrir frábært framlag í dag. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og kæra ungmennaráð, aðri gestir. Ég ætla eins og aðrir sem hér hafa talað þakka ykkur fyrir skörulega ræður. Bæði þær sem voru til brýningar og líka hinnar sem voru svona þau sem voru að þakka fyrir það sem vel hefur verið gert. Það þarf að vera svona jafnvægi í þessu öllu saman, mjög gott. Mér langar til þess að því að það fór svolítið púður í það í fyrra og Óli Bergur þekkir það að koma þessu fyrirkomulagi á að ungmennaráð ætti fulltrúa í nefndum, áheyrnarfulltrúa í nefndum og ráðum. Mér langar til þess að bara rifja það aðeins upp með ykkur og brýna ykkur og biðja ykkur að ef þetta á ekki við ykkur, að þið brýnið þau önnur ungmenni sem eru þá fulltrúar ykkar í nefndum og ráðum til þess að sækja þá fundi vel, undirbúa sig og koma sjónarmiðum á framfæri þar. Þetta er gríðarlega mikilvægur vettvangur sem að þið hafið aðgang að í stjórnsýslunni og í kerfinu sem er alls ekki sjálfsagt og það er ekki mörg sveitarfélög sem að hafa stigið þetta skref sem Reykjanesbær hefur stigið. Og með því að gera það, þá er þetta góða fólk sem hér situr, bæjarstjórn, að segja við viljum heyra hvað þið hafið fram að færa. Við viljum fá ykkar sjónarmið, við viljum að þið hafið áhrif. Þannig að verið duglega að nýta þetta, hvetjið ykkar kollega og vini og kunningja til þess að sækja þessa fundi, undirbúa sig vel og fylgja málunum bara eftir þar líka. Ekki bara, en þar og hér. Ég vil einnig nota tækifærið og hvetja ykkur til þess að brýna kannski fleiri ungmenni til þáttöku bara í félagsstarfi og íþróttum og öllu þessu og ekki síst þau sem er af erlendu bergi. Nú eru 33% bæjarbúa, 1/3 af öllum íbúum Reykjanesbæjar af erlendu bergi og þennan hóp vantar okkur í miklu meira mæli inn í alls konar hluti. Virkja þau líka. Þannig að verið þau ófeimin, takið þau talið, ræðið við þessa krakka og þessu ungmenni og fáið þau bara með. Því að samfélagið okkar verður allt svo miklu betra ef við erum svona öll ein heild. Nú lokum þá langar mér bara til þess að þakka öllum sem að þessum ykkar starfi koma, náttúrulega formönnunum, ekki síst, Betsy og Hermanni, þakka fyrir Betsy, það hefur búið að vera gaman að vera með þér hér og eins og hér hefur komið fram að þá eigum við alveg vonað því að sjá því hér oftar í framtíðinni, bara frábært og Hermann er komin í forystuna núna og það er bara geggjað þó að hann er nú farinn, sé ég. Já, bakvætt í vinnunni. Það er bara, það er mörgum hnöppum að hneppa, svo sem. Það skiptir máli að hafa öflugt fólk í forystu ungmennaráðs og svo náttúrulega starfsmönnunum, Óla Bergi og Hafþóri og starfsfólki Fjörheima á 88 húsins og aðalheiði Júlírós fyrir hennar störf í þá ungmenna í tengslu við allt þá vinnu sem við erum í gangi núna við að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og gera Reykjanesbæ að barnvænu sveitarfélagi sem við stefnum að gera núna á allra næstu misserum bara. Þá held ég að ég hef lokið máli mínu og hlakka til að hitta ykkur aftur eftir næsta haust. Takk fyrir, gangi ykkur vel. Kærar þakkir, herra bæjarstjóri, og vill forseti þakka öllum sem komið hér saman í dag. Kæru ungmenni, frábæra ræður, góða brýningar til framtíðar og hlakka til að sjá okkur næst í lýsi hér okkar sameiginlega fundi formlega slitið. Takk fyrir.